að þið heldur ekkert einhuga í þessu. Þú ert með frystiskip fyrst og fremst eða ekki? Jú, jú. Já. Og þér finnst þú borga meira heldur en þeir sem eru með landvinnslurnar. Landvinnslurnar. Já. Og þannig að það svona óeining með að líka Já, við höfum tekið sko málefnilega umræðu þetta, en við náttúrulega áttum ekki loka orðið. Þegar þingið átti loka orðið og við verum alltaf að hlíta því sem þingið gerir. En ég var til þess að benda á að ef við sækjum að fjarlægja mið og við fristum borð og þá hentar sá fiskur til dæmis mjög vel á Asíumarkað í sushi og sashimi, að hann sjófrystur innan 6 klukkustunda. Svo annar fiskur sem veiðist nálægt ströndinni og við tökum hann ferskan í land og við náum að senda með skipum með flugvélum til Evrópu og hann borðaði ferskur. Akkur eiga þá fyrirtæki og sjómenn sem fara að sækja langt í burtu að borga miklu hærri veiðigjöld en það sem veitt nær ströndina því að arður verður til í vinnslunni. Það hef ég aldrei skilið. Nei, en það er þannig. Það er þannig í dag. Já, þú hefur mótmælt þessu. Ég hef búin mótmælt þessu öll 5 árin. Já. En það tók mig 2 ár að fá upplýsingarnar að því að fyrri ríkisstjórn, hún vildi ekki sinni segja okkur sko hverju borguð og hvernig þetta væri.